Og velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Hún komin til mín, formaður Stúdentafélags Háskólans á Akureyri, til að segja okkur frá myndbandi sem þau gerði í tilefni 1. des og fullveldisafmælisins. Velkomin, Sólveig María. Takk fyrir. Segðu mér aðeins, hvað voru þið að gera í tilefni afmælisins? Herðu, við ákveðum að það var ákall frá nefnd sem var að skipuleggja 1. desember út allt land að stúdentar myndu gera eitthvað sérstakt í tilefni dagsins. Já. Og við ræddum bara saman við rektor Háskólans á Akureyri og markas- og kynningarstjórann okkar og við ákveðum að gera myndband þar sem við erum að velta framtíðinni fyrir okkur og spurningin er hvað ætlar þú að gera til að efla framtíð íslensks samfélags? Vá, engin smá spurning. Já, svolítið stór spurning. Og hvernig gekk að svara þessu? Ótrúlega vel. Já. Það komu bara ótrúlega flott svör og mörg voru svona persónuleg og fólk fór svona þess að hugleiða já, ég get í alvörunni gert eitthvað til að breyta og efla samfélagið. Nákvæmlega. Það var mjög skemmtilegt. Heldur þetta hafi ekki sáð einhverjum fræjum bara? Ég held það. Ég held að margir hafi verið svona, já, bíddu, ég get gert bara þennan einfalda hlut og hvatt einhvern annan til þess að gera það sama. Þannig að fólk var svona þess að hugsa lítið í einn barmi og það var mjög skemmtilegt. Og við ætlum að spila þetta myndband eftir, þetta er bara stutt, 2 mínútur, en þið eigið fullt af meira efni, sagðir mér. Já, við eigum sem sagt, tókum við miklu fleiri nemendur en það er aldrei gott að hafa svona myndband ofurlangt, þannig að við tókum bara svona kjarnan en það verður gaman kannski að geta seinna velt þessu upp aftur eftir einhver ár og séð, þú veist, hvað menn voru að segja þá og hvort menn eru að stefna á sömu markmiðum eftir langan tíma eða hvað. Akkurat. En segðu mér af sjálfur þér, þú ert formaður Stúdentafélagsins og hvaðan ertu og hvað ertu að læra? Ég er hérna frá Akureyri, ég er reyndar uppalinn fyrst í Hrísey og ég er sem sagt að læra kennarafræði. Ég er á fyrsta ári í menntunarfræði sem á mastersstigi. Já, búið með þá grunnnámið. Já, ég útskrifaðist í vor og hélt bara beint áfram. Eins og maður verður að gera það ekki í ár, eða þess núna, það þarf að taka 5 ár. Til þess að fá kennsluréttindin, þá verður að klára þess 5 ára námið. Og hvað var til þess að þú valdir kennarastarfið? Sko, ég valdi námið af því að mér finnst það bara mjög spennandi og hagnýtt og ég held að geti reynst þér vel á mörgum sviðum. En ég er ekkert endilega, það kemur í ljós hvað ég ætla að gera en áhugasvið eftir ég fór að taka þátt í félagsstörfum á vegum skólans og svoleiðis, þá er áhugasviðið aðeins búið að breytast og svona alltaf að þroskast og dafna þannig að það kemur bara í ljós hvað það tækifæri. Þannig að þú ert ekkert endilega að stefna að fara að kenna bara leið og útskrifast, það geti eitthvað annað. Það geti alltaf eitthvað annað komið fyrir. Spennandi. En kærar þakkir fyrir að koma í þáttinn og segja okkur frá þessu myndbandi og lífinu í Háskólanum á Akureyri. Bara takk fyrir mig. Á 100 ára afmæli fullveldis Íslands er vert að horfa til framtíðar. Hvað ætlar þú að gera til að efla framtíð íslensks samfélags? Mig langar að leggja mitt af mörkum að endurreisa heilbrigðiskerfið. Ég stefni á að vera kennari og mig langar til þess að stuðla að fjölbreyttari kennsluaðferðum fyrir nemendur í framtíðinni. Ég ætla að móta komandi kynslóð sem leikskólakennari. Mig langar að leggja mitt af mörkum að bæta aðstæður og úrræði þeirra sem glíma við geðræn vandamál. Ég ætla að útskrifast úr háskóla og reyna að seinka barneignum sem mest. Hvernig er rafbíl og menga þá minna? Ég ætla að berjast fyrir bættri þjónustu á landsbyggðinni. Ég ætla að stofna fyrirtæki og veita einhverjum atvinnu. Ég ætla að þróa lyf með líftæknilegri lyfjaverkfræði. Ég ætla að búa til forrit og hugbúnað fyrir fólki í landinu svo að geti nota. Ég ætla að efla sjálfbærni í sjávarútvegi. Ég ætla að vera duglegri að flokka. Ég ætla að taka Ómar Ragnarsson milli fyrirmyndar og nota þessa plastflösku í svona 7 ár. Halda áfram að efla lýðheilsu fólks í landinu. Ég ætla að bæta kjör tvítengdra barna í skólakerfinu. Vera umhverfisvænari og borða minni dýraafurðir. Ég ætla að kaupa íslenskt lambakjöt. Ég ætla að stuðla varðveislu tungumálsins með því að vinna skemmtiefni á íslensku. Og sérstaklega þá bíómyndir, sjónvarpsþætti og heimildarmyndir og það var síðan hægt jafnvel að nota í kennslu. Stíga Jón Jónsson og skrifa ljóð. Ég ætla bara að reyna að vera besta útgáfan sjálf mér og reyna að vera góð manneskja. Með því að stuðla jafnrétti allra. Bara að vera tilbúin til að aðstoða og vera til staðar fyrir fólk sem þarf á því að halda. Ég ætla að efla íþróttaheilsu barna. Ég ætla að mennta ungt fólk sem getur breytt samfélaginu.